samfélagið hefur verið svolítið svona að það verið að dæma og cancela og alls konar. Já. Og þú, ég tók eftir því þegar að þú, gafst út lagið Tárin falla. Já, með auð. Já. Ég svolítið forvitin að vita, mér finnst það rosalega kjarkað. Já. Að því að þú ert, þarna var búið að cancela honum fyrir eitthvað og þú gerir lag með honum. Já. Ég bara svona velti fyrir mér hvað var til þess? Hvað var það svona? Hann var búin bara, ég upplýði bara að Auður hefði sannarlega axlað ábyrgð og stigið fram. Svo ef einhver segir þetta ekki rétt afsökunarbeiðni eða mér finnst þetta ekki nógu vel gert eða þú ert ekki búin að eitthvað já, ok mér bara kemur það ekki við ég sá bara það sem hann gerði og hann gerði það mjög fallega og einlaglega og ég hugsaði með mér þetta er kornungumaður sem að fer yfir mörk gerir mistök gengst við því fer í burt í 1 ár hann á bara sannarlega skilið að fá að koma tilbaka og ég bara hafði samband við Auð og ég vissi að hann var með þér að segja þegar að lagið kemur út er það 3 ára gamalt klárað við gerðum þetta lag fyrir 3 árum áður og við erum að byrja að vinna saman ég er sem mikill aðdáðandans og hann segir ég segi við hann, hvað viltu syngja um Auður? Þá sagði hann, ég vil eiginlega bara syngja um þig ok og þá sagði ég við hann ok, ég er skítall, ég er svona og hann er séni á sénmáta og daginn eftir því ég kem til hans þá er hann búinn að raða þessu öllu saman og svo lendir hann og kemur sér í þessa stöðu og aðrir hlutir komu líka upp á að lagið, við settum aldrei lagið út og svo sagði ég bara við hann Auður, hlustum nú á textan og sjáðu hvað hann er nákvæmlega núna þessi texti hefði ekki haft þetta power hann komið út fyrir 2,5 ári síðan ég sagði það er eins og við höfum bara séð eldskírnina hvað þú værir að fara að gangi í gegnum og þessa sprengi í þjóðfélaginu og þessi texti talar inn í þetta allt ég sagði núna gefum við þetta út og hafa þetta var bara, þetta er eitt stærsta lag seinni ára bæði í streymi og hversu mikil sprengjan varð ég held að við förum öll og höfum farið öll yfir mörk það er í eðli okkar og svo sannarlega hef ég farið yfir mörk og látið fólk finna fyrir því og örugglega hef ég farið yfir mörk gagnvart kvenfólki það er ekki annað í stöðinni þó að ég sé orðin 68 ára gamall í sumar að þá kem ég bara úr þessu samfélagi og ég var auðvitað bara á vertíðum og allt þetta og það sem að þótt í lagi þá myndi aldrei vera samþykkt í dag aldrei nokkuð tíman og ég farið yfir mörk í samskiptum við fólk og ég farið yfir öll mín mörk gagnvart sjálfum mér og ég farið yfir mörk gagnvart mínum nánustu en einhver staðar svo sem betur fer verður þessi bylting
og hún opnar á rosa mikilvæga umræðu sem sko bara virðing og að fara ekki yfir ákveðnar hluti í samskiptum í sambandi við kynlíf og annað. En að sama skapi, eins og í öllum byltingum, þá sópast alltaf með bara hópur af fólki sem á ekki að vera og lendir bara í fallöksinni. Og það eðli byltinga. Og líka, þegar að fólk fær völd og uppgötar að þú heldur á einhverju rosalegu poweri, þá það í eðliðinu þú vilt ekki sleppa því. Og þá spyr maður sig, eins og með Auð, hann biður afsökunar og allt þetta, en það ekki nógu gott. Nei. Hann ekki að gera það rétt og svo framvegis, skilur mig. Og það í rauninni þar sem ég stíg inn og segi, heyrðu Auður, komdu, bara, veist, við gerum þetta og hafði enga áhyggjur. En það hafði þau áhrif að hann flúði land. Hann flutti til LA. Já. Býr hann það núna? Já. Og vegna þess að þetta var honum bara ofviða að hann fekk aftur skellinn. Það var stigið fram og bölsóttast yfir þessu lagi og honum og eitthvað svona og mér líka. Já. Ég meina okkur var báðum slöfað, við fengum ekki spilun og RÚV. Nei, og RÚV hefur spilað aldrei lagið og þeir földu sig með því að hafa spilað á nóttinni, skilurðu, en þeim tíma sem að sko lagið að streyma sko 200.000 sinnum á viku. Já. Og spilað allstaðar í toppnum bara, þá RÚV bara búið að slaufa því. Og sem að, þú veist, það var bara starfsfólk hjá RÚV sem tók þessa ákvörðun á gólfinu bara. Já. Og svo segja þau kannski sína sögu eða ekki. Ég meina að hafa starfsfólk þarna sem að drullaði yfir mig á netinu og allt það. Já. Og út af þessu bara. Út af bara þessu lagi. Já. Yfir því að ég skyti gera lag með honum. Já. Og hvað getur maður sagt, skilurðu, þú veist, þetta gerist og þú bara, þú veist, ég hugsaði bara með mér, ok, ég búin að fara í gegnum svo margt, þú veist, ég búin að taka svo margan slaginn, ég man bara þegar að ég var að gera lagið Strákarnir á borginni, skilurðu mig, þá bara hrækt á mig út á götu, homma, sleikja og ég veit ekki hvað og hvað, sko. Það geggjalag. Já, en sko, tíðarandi var ekki þá með þessu, skilurðu mig. Þú veist, það alls konar hlutur sem ég sungið sem hafa ekki fallið í kramið og fólk hefur orðið reitt yfir og haft skoðun á allt þetta. Mér veist, Tárin falla hægt vera eitt besta lag sem Auður hefur nokkuð tíma gert og bara heiður að vinna með honum og ég var rosa glaður að hann skildi hafa kjark til að gera þetta og klára þetta með mér. Mér fannst það mjög mikilvægt og mér fannst þetta líka mikilvægt fyrir hann að hann hefði þá allavega getu til að stíga inn síðan sko geta menn svo rætt og haft alveg sína skoðun, skilurðu. Ég á því til dæmis að hvað mér, bara eins og hvað mér við kemur, það gerði mér ekki gott sko að vera sífellt ef ég hefði verið dvalið við það að vera fullur að hatir út í manninum sem misnotaði mig og allt það. Ég vissi hins vegar að ég þyrfti að loka þessu til að verða heill og eina leiðin því lengur sem leið á sá ég alltaf meir og meir og það bara samkennd, samúð, kærleikur. Þetta eru lykil faktarnir í því að eiga gott líf og geta skilið annað fólk. Það þýðir ekki samkennd, samúð, kærleikur, það þýðir ekki þú þarft ekki að taka ábyrgð. Nei, það bara, Já, við þurfum að taka ábyrgð á öllu sem við gerum
og það misjafnt hvernig fólk tekur ábyrgð og þá komum við aftur á Auð. Mér fannst hann gera það mjög vel. Já. Og það voru flest allir í kringum mig á því. En og síðan sko er reiðin svo máttug. Já. Og hún getur stjórnaður svo mikið.